Nú ætlum við að slá á þráðinn til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, staddur. Blessaður, Ólafur. Sæll vertu. Þú ert Íslendingur í Sviss. Sviss ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver þín afstaða sem Íslendingur, hvort að, ég má ekki bara spyrja því, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn? Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa já. Já, en máttu ekki kjósa? Nei. Það var ekki? Það svo langt síðan ég flutti til útlanda. Já, þú þurftir að kæra þig inn á kjörskrá fyrir 1. desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndur þú segja já? Ég sé bara enga ástæðu fyrir því að loka þessum dyrum. Já. En ef það væri komin samningur, svona, heldur þú myndir segja já þá líka að ganga inn í Evrópusambandið? Það væri bara eftir hvernig samningurinn væri. En flestir horfa á vexti og evruna. Það gott fyrir Íslands samfélag að taka upp evru? Já, svona fyrir eftir hvað þú ert líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, ef þú ert stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfið það svona rétti úr kútnum þegar það búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið eða það búið að reka ríkissjóð á of miklum halla. Það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðinn fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið sem of mikil útlánamyndun eða of mikil halli á fjárlögum myndi leiða til. Það fer svona eftir í hvernig það horfa það. Þú ert að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandann, en ef við förum í vandann, hvort betra að hafa evru eða krónu? Það fer bara eftir í hvernig í vandinu settur upp líka. Náttúrulega ef það þannig að þú ferð í vandann og þú ert með evruna, þá augljóslega erfiðara fyrir þig að fá raunlaunalækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkerfinu á réttan kjör. Sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú ert að gera í rauninni, hvað varðar hagstjórn, þar með talið útlánamyndun bankana, til þess að þú þurfir ekki að enda í því að lækka raunlaunin einhvern tímann eftir á. Hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnuleysi eða með því að lækka gengi krónunnar, sem finnst það allt í lagi, einn kosturinn með við hinn. Það bara þannig að það sé valkostur. Nú eru mörg lönd. Þetta er pólitíska valið. Já, það eru mörg lönd í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum, komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru, til dæmis Eystrasaltslöndin. Einn viðmælandi minn, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru, að það hafi leitt til fólksflótta og svona skaða í samfélaginu til lengri tíma. Erum við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíkum vanda? Ef það ætlar að bera það saman við Eystrasaltskreppuna og líka við Spán og Íra og Portúgal fyrir svona 2011-12. Þá þetta búið að breyta samt sem mikið síðan það. Það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninni uppi út af COVID. Og síðan þá hefur í rauninni þessi sveiflujöfnunar fítus verið til staðar. Þannig að sem dæmi Grikkjakreppan 2011, 12 og 13 og meira að segja fyrr, hún yrði nokkurn veginn ómöguleg í dag. Einfaldlega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá. Sama hátt, þegar hvað Spáni gengur vel núna. Þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna spáð með hvað bestan hagvöxt í Evrópusambandinu. Allavega innan Evrusvæðisins.
Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu. Það væri eiginlega gáfulegasta sem Íslendingar gætu gert í efnahagsmálum væri að stefna í Evrópusambandið og evru. Það fer bara eftir í hvernig samningurinn sem við setjum á borðið eftir. Og á hverju þyrftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðinn, það nú helst það sem talað hérna, eða ertu að tala eitthvað annað? Já, aðalega sjávarútvegur. Eins í rauninni hvernig landbúnaður, alltaf Finnar fengu sérdíl líka, þannig að ég hef ekkert svo miklar áhyggjur á landbúnaði í rauninni. Það er svona aðalega sjávarútvegur og það er bara opin spurning, þannig að segja hvernig það er sett. En Evrópusambandið ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn er að Íslendingar fái einhvern veginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjávar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki? Já, ég myndi alltaf að búast við því að þau vissu að því hvers konar áhersla það væri setti á það innan landsins. Það er líka að sjá íslenska stjórnmálamann skrifa undir svona samning þar sem þetta er ekki. Því að hann myndi vita að þetta er fellt í þjóðaratkvæði. Já, og þá ertu rauninni bara komin í sömu dýnamíku eins og hér í Sviss. Þar sem þú ert ekki að fara sem stjórnmálamaður af því að það er svo mikið þjóðaratkvæðagreiðslur. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja vitleysu, af því að þú veist að þjóðaratkvæðagreiðslan mun stoppa þig. Já. Og það eru meira að segja 2 eða 3 réttar sagt, sem koma á eftir þessari. Já. Þannig að ég hef ekkert svakalega áhyggjur af því. Nei. Heldurðu að Evrópusambandið sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöðu í öryggismálum og öðru slíku að þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju Norður-Atlantshafinu? Já, ég reikna með því frekar en ekki. Alveg á sama hátt eins og Bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka. Já. Og Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera einhver svona fráviksamning við Ísland ef að þetta er litið á sem stóran ávinning út frá öryggissjónarmið því að alla getur Evrópusambandið verið að horfa á að það komi miklu peningar frá Íslandi inn í sambandið. Nei, og það er talandi um peningana, ég sá einhverjar tölur þessara 50 milljarða sem áttu að kosta Íslendinga að vera þarna inni. Og síðan voru einhverjir nettóútreikningar varðandi það hvort það kemur mikið tilbaka og svo framvegis. Og ég man ekki hvort að einhver hafi lent á 10 eða 20 milljörðum nettó sem væri þá okkar framlag til þess að vera í Evrópusambandinu. En eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðinn á sama tíma. Kostnaðurinn á honum er svona 25 milljarðar á ári út af vaxtakostnaði. Þannig að við lostum við hann. En nú er hann ekki 900 milljarðar eða 1000 milljarðar? Hvað gerist við hann? Því að þú nú sérfræðingur í svona peningamálum. Hann er haugur af peningum. Hvað verður hann ef við tökum upp evru? Hann er bara áfram í eigu Seðlabankans. Seðlabankinn gerir við hann sem hann vill. En það þarf ekki að hafa í rauninni. Nei, og ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar sem sagt svona, hvað heitir þetta, sovereign wealth fund, þjóðar fjárfestingarsjóð, þá væri það kannski einhver svona byrjun á slíku þar. Já, sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðinn af Landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð að þessi gjaldeyrisvaraforði geti verið stofninn af slíkum sjóði. Já, allan svona einhver vísir að því. 900 milljarðar er svona á heildina talið. Jú, ok, þetta er 20%, eða tæp 20% af vergri landsframleiðslu. Þannig að það er ekkert svakalegt, en það er ágætt að hafa það. En einhvern tímann, oft er það sagt í umræðinni að akkúrat Íslendingar gangi í Evrópusambandið því að það er þjóðir sem að standa sig best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland. Af hverju vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu? Það var bara tekið þjóðaratkvæðagreiðsla um það, 91 eða 2 af mér rétt. Og það var bara ákveður á 91 eða 2 að standa fyrir utan það. Síðan þá sérstaklega af því að Svisslendingar eru miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar. Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til þess að nánast að stoppa viðskipti á milli Ítalíu
Frakklands og Þýskalands. Ef þú ætlar að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland, Þýskalandi niður til Ítalíu, þá verður það nokkurn veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með geta Svisslendingar einfaldlega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klúbbnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliða samninga. Og tvíhliða samningar hér eru mjög algengir og tvíhliða samningar eru byrjaðir að vera algengari til dæmis á milli Noregs og Evrópusambandsins vegna þess að EES-samningurinn er ekki nægilega yfirgripsmikill til þess að snerta á öllum þeim málefnum sem þarf að tala um í dag. Og hann er ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn? Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann er að þroskast, en hann er ekki að þroskast nægilega hratt og miðað við það sem er að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda í við það sem þarf að gerast. Stofnanarlega séð. Og þess vegna eru þessir tvíhliða samningar sem eru að koma upp. Og Evrópusambandið er til að gera slíka samninga við Sviss og Noreg, en Ísland er kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standa í því. Já, það er ekki gervihnata samskipti eða eitthvað slíkt sem er verið að tala um í tvíhliða samningum núna í dag á milli Íslands og Evrópusambandsins. En ég verð að viðurkenna að það er ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það er nauðsynlegt að gera samninga við Sviss. Já. Sólveig Anna var hérna fyrir í þættinum og hún sagði að þegar við förum í gegnum efnahagsáföll sem er óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum, að þá með evrunni að þá myndi það vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svarar slíkum rökum? Já, það fer eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað. Og líka af hverju áfallið átti sér stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skuldaútþenslu út af dot-com bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að það var ýtt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýddi lágur launavöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001, 2003 eins og í mörgum öðrum löndum. Vegna þess að launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram. Það var ekki búið að hækka þau, þannig að það þurfti þá ekki að lækka þau aftur. Og eins var ekki skuldaútþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða Bandaríkin eru kannski sért kapitúluð út af fyrir sig af því að þau fyrir bjólu. Frekar heldur en almennan skuldabólu. En það er alveg rétt, það er alveg rétt hjá henni að sveigjanleikinn hann minnkar. Já. Og þóttu þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkjuru til Íslands og það er ekki þannig að hér sé efnahagstjórnin svipuð og í Þýskalandi. Við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér. Hvað gerist? Já, ákvarðanir og líka áföll. Já, segjum að það bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunveruleika og hér séu gerð ýmis konar mistök. Hvernig gæti sársaukinn komið fram í evrunni? Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan upp úr 2020 þá snar breyttist í rauninni stofnanaumhverfið í Evrópusambandinu. Ég meiri það snert á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Þar er í rauninni, það er meira og meira að myndast svona, það sem er í rauninni hér í Sviss. Það er svona ríkjasamband á milli sjálfstæðra hluta innan gæsalappa. Þar sem í rauninni hið opinbera, það er að segja allríkissjóðurinn, hann er að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverjir hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011, 12 og 13. Og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011, 12 og 13
þá var, það var bankarnir, þeim var breytt, reglugerðin var til banka, en þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður. Og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar alríkissjóður að hlaupa þeim tilbaka. Á þessu tíma voru hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni, að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndirðu segja að sú gagnrýni að eftir þessar breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu að sú gagnrýni ætti ekki við lengur? Hún er ekki við eins og áður. Þetta er ekki, af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt ríkisstefna. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusambandið er núna einhvers staðar á leiðinni hingað eða á miðjunni. Og þetta er alveg rétt, þetta var Wynne Godley skrifaði, ef ég man rétt, 1997. Skrifaði hagfræðingur sem hét Wynne Godley, grein sem hét Maastricht and all that. Og þar fór hann, held ég, fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnanaumhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12. Það myndi ekki ganga upp. Og einmitt þetta stofnanaumhverfi, það búið að breyta. Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona alríki? Það er eiginlega leiðin til þess að láta evrusvæðið ganga upp. Myndirðu taka undir slíkt? Já, í svona hægt og rólega þá er þróunin í þá átt. Í rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasamböndum. Þú getur bara talað Bandaríkin sem dæmi. Þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myntbandalag. Þau þróuðust það síðar meir eftir myntbandalag með allríkis ríkissjóði á bakvið sig. Þau þróuðust í það eftir. Einmitt vegna þess að fólk áttaði sig á því að þetta er stabíla kerfi. Og þetta er bara það sem Wynne Godley benti á 97. Og jáið þitt snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróist yfir í svona bandaríki Evrópu? Nei, jáið mitt er bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já. En að því gefnu að við höldum auðlundum hafsins, að þá myndur líka segja já við að ganga inn í Evrópusambandið, ef ég skildi þið rétt. Það fer bara eftir því hvernig samningurinn er. Ég get bara nákvæmlega ekkert sagt það nákvæmlega núna hvort ég myndi segja já eða nei, en því að það er bara engin samningur á borðinu. Herðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál? Ég voðalega lítið, ég er að viðurkenna það. Ég hef bara ekki geðheilsu í það að fylgjast með íslenskri stjórnmálum lengur. Ok, herðu, en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst evruna. Takk fyrir það. Gott gengi. Og við höldum áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.